Gott kvöld og velkomin í laugardagskvöld. Það 10. í röðinni og það síðasta fyrir jól. Það við hæfi að við reynum að gera okkur glatt kvöld hérna næstu mínúturnar og hér framöndan stórkostleg tónlist og gestir þáttarins eru ekki af ódýrar endanum heldur. Tæfum ekki lengur við, fáum fyrsta gest þáttarins, Davíð Oddsson, forsætisráðherra. Gjörðu svo vel. Blessaður og sæll. Blessaður. Takk fyrir að koma í þáttinn og velkomin. Takk fyrir. Ágætt að fá smá hvíld svona í sjónvarpinu eftir annir í þinginu síðustu daga. Það fínt. Já. Í svona hugulegum félagsskap. Við setja ágætt í þinginu, það er góðir menn það líka. Já, ágættir menn það líka. Kallar og kettingar. Já, er ekki darrað að dansa alltaf síðustu dagana fyrir jólafrí? Jú, það er nú hefðbundið að svona það hreingerningardagar koma allir frá og það var hreint hús þegar gengið til jóla. Já. Ég las einhvers staðar í blaðaviðtali við þig að þú sagðir að þótt allt væri vitlaust í þinginu, þá gengið þér ágætlega að skrifa, en ef það væri svona einhver óánægja í þjóðfélaginu, hjá þjóðinni, þá svona kæmi meiri stífla í pennan. Af hverju er þetta svona? Ég held að það leiðir nú bara sjálfu í þinginu, þá erum við með svona leiksýningar frekar, upphlaup og þess aftar. Án sem ég gerir lítið úr því, þá menn ég að gera það í þinginu, en ef að þjóðfélagið, ef að þjóðin sjálf eitthvað döpur, þá erum við öll döpur náttúrulega, við erum hluta því. En þá ert ekki að skrifa eða gera eitthvað skemmtilegt. Það er rétt, ég geti þinginu, þó ótrúlega sé, á þessu pínulta borði sem við höfum nú bara svona, krakkarnir í skólanum myndi ekki eins og líða þetta. Þar get ég skrifað hluti alls óskylda, því sem er að gerast og allt sé vitlaust í þinginu. Já. Allt vitlaust í þinginu þýðir ekki það að allt sé vitlaust í þjóðfélaginu. Þú kemur út úr þinghúsið, lokar hurðinni, það er allt í fínasta lagi. En allt brjálað innan dyra, sko. Engar óeirðir á Austurvelli þó svo. Engar óeirðir á Austurvelli og allt í góðum gír. Einmitt. Tala nú ekki svona fyrir jólinu, því að ég þekki það frá gömlum tíma. Jólin fær allir í allt annað skap og láta ekki smitast af látunum í okkur í þinginu. Þannig að út frá þessum pælingum þá ætti útkoma nýrar bókar eftir þig að þýða að allt sé í lagi í þjóðfélaginu. Þú hefur getað skrifað þetta árið. Já, vísu hefur nú verið að dunda við þetta lengur en ár. Því að þó að svona bók ætti nú kannski ekki verið nema svona nokkura mánaða starf, þá hef ég ekki nokkura mánaða starf í röð. Þetta eru stolnar stundir, ekki bara frá höfundi stafrófsins, heldur frá eiginlega almenningi þegar ég er á kaupi eins og þú veist við að vera postulappara. Jú, ég áttum á því. Það þarf að svona fara varlega að leika mér. Ég auðvitað þegar ég skrifa svona bók eins og þessa, þá er ég dálítið að leika mér. Já. Finnst þér að vera að stelast eitthvað þegar þú ert að... Nei, ekki held ég það, vegna þess að ég hleð batterín, þannig ég held að sé í lagi. Já, það eru bara kraftmeiri eftir. Ég held það. Það er oft sagt að mönnum finnst þú óhaflega bjartsýnn þegar þú ert að lýsa efnahagslífinu eða eitthvað og Sigmund teiknar alltaf með sólgleraugu vegna þess að góður að sé svo mikið í kringum þig. Ertu bjartsýnismaður að eðlisfari eða finnst þér að vera þitt hlutverk sem forsætisráðherra að berja kjark og kraft í þjóðina? Nei, ég er það ekki. Ég held því mjög raunsær. Og ég held ég hef aldrei verið bjartsýnn nema að það verið full ástæða til þess. En ef það er full ástæða til að vera bjartsýnn, þá er það bara fífl sem eru svartsýn við þær aðstæður og það er líka þannig að ef þú trúir því að það sé alltaf verða hagfellt og hagstætt fyrir þjóðina, því ekki að segja það. Því að vex hugur, það vel gengur og þá taka allir fast á. Ég er aldrei að leika það ég sé bjartsýnn. Ég kem ekki aldrei að fara til Ranskóta og segja að þetta aldrei gengir betur. Það er ekki þannig. En þú meiri sé að gegn svo langt mann ég í þjóðhátíðaræðinni eða það er að segja á 17. júní núna í sumar að þú sagðir að það væri meiri sé ekki einu sinni þannig kannski að þetta gamla lögmál að uppsveiflu fylgdi niðursveifla, það væri kannski liðin tíð, við gætum bara farið upp. Já, hvað hefur gerst? Það varði engin niðursveifla. Nei. En spáði allt verið að fara til, norður og niður skulum við segja. En við erum á hraðri leið upp á við núna. Og við erum að byggja á rosalega góðum hlutum. Fólkið hefur sem betur fer unnið heilmikla sigra. Kjörin hafa batnað og svoleiðis þó að allt sé ekki fullkomið í þessum heimi, hvorki okkar með öðrum. Þá eru við takast á loft aftur. Fallega flugferð held ég. Aðeins þetta, af því að nú hefur þú verið við völd býsna lengi, þú hefur verið 11 ár sem forsætisráðherra og þar á undan borgarstjóri og eins og menn vita, lengst allra samfleytt sem forsætisráðherra og bara lengst allra. Akkur er þetta alltaf að segja? Það var að flagga það stjórnarráðinu þegar... En maður hugsa með sér það ekki margir menn sjálfsagt hér á Íslandi að haft tækifæri til þess að svona hafa
áhrif á þjóðfélagið frá þeirra brjósti, jafn mikil áhrif og þú hefur haft, eða jafn góð tækifæri þú hefur haft á þessum tíma. Og maður spyr sig, þjóðfélagið núna eins og þú ólst von í brjósti þegar þú varst tvítugur og varst að hugsa að fara inn í stjórnmál? Ekki veit ég það nú hvað ég hugsaði mikið um það þá, en sumir hlutir eru þannig núna. Og því miður eru þeir nú ekki allir mér að þakka, þó ég vildi eigna mér það allt saman. Fólk hefur, eða hvar í flokki sem það hefur verið, það hefur nátt verið að þokast í rétt átt, svona hugsunin hefur öll verið að verða skarpar og skýrar og menn hafa hlaupið burtu frá eldgömlum fortíðarrullum í öllum flokkum, þannig að það margt af því sem hefur gerst fyrir tilverknað annar heldur en mín, svo því ég var tvítugur. Og flest hefur batnað, held ég. Já. Það kannski ekki þannig að einn maður geti mótað samfélagið? Nei, og ef að samfélagið er þannig að einn maður getur mótað allt saman, þá er það samfélag sem við viljum ekki lifa í, þá er það einræðið samfélag sem við viljum bara ekki vera í. Jafnvel þó við hefðum góðan einræðisherra sem getur staðið sér verið í nokkur ár. Ef hann er einræðisherra, þá fer allt í vestafar fljótlega aftur, því að það gengur ekkert upp og sem betur fyrir við búum ekki til einræðisherra. Sárnar þér umræða þegar að því að þetta orð einræðisherra hafa andstæðingar þínir verið að reyna að nota þig. Sárnar þér þegar að Nei, mér sárnar ekki neitt vegna þess að ég veit alveg hvernig þetta er. Ég veit alveg hvernig þetta þjóðfélag er. Hér eru alls konar öfl í gangi sem ráða mjög miklu. Fólki ræður orðið meira og meira sjálft. Ríkið er að færa sig út úr atvinnulífinu og þar businessfólki ræður heilmiklu sjálft. Launþegarhreyfingin, forystumenn þar hafa heilmikil áhrif og bara allir. Þannig að einhver kall eða kelling í stjórnarráðinu getur aldrei ráðið jafn miklu eins og menn er að tala um mig. Ég er svolítið stoltur af því þegar menn eru að eigna mér alls konar verk. Það er svo þannig að það má enginn maður fara í tukthús án sem menn halda að ég veist tungiður mín. Þetta er bara vitleysa. Já, aftur aðeins að bókinni. Það er oft talað um að eini vinur rithöfunda eða skálda sé sannleikurinn og svona einhver innri tónn. Og þú sem rithöfundur finnur fyrir því sjálfur. En leið ertu forsætisráðherra og getur kannski ekki leyft þér allt sem að ungir rithöfundar sem að ryðjast fram og þurfa ekki að líta öxl geta leyft sér. Er einhvern tímann togstreita milli forsætisráðherrans og skáldsins? Skáldið vill segja eitthvað en forsætisráðherran getur ekki leyft sér það? Það er óskapleg freisting fyrir ungt og reitt skáldið svo mig að gera uppreist gegn yfirvöldunum. En ég er ekki viss að það er mjög vel á því. Þannig ég er ekkert að því. Aðrir verða að sjá þann hlutin. Já, ég tók til dæmis eftir í þessari ágætu sögu hér, Kolbeinn og kvenfyrirlitningin. Þar dansar Kolbeinn sem er svona gamaldags óheflaður kallmaður. Hann er svona jaðrar við að vera jafnvel aðeins klámfenginn í sumum svona hugsunum sínum og lýsingum, eða djarfur að minnsta kosti, skulum við segja. Já, þá hugsaði með mér, getur Davíð leyft sér að segja þetta í bók eftir sig? Hvarflaði aldrei svoleiðis að þér? Nei, það gerði það nú reyndar ekki að því. Ég held að Íslendingar séu þannig að þeir sé að nú er bara kallinn að skrifa, leyfum hann bara að skrifa. Ég held að sé ekki, menn ekki að segja, hvað er forsætisráðherrann að skrifa þetta? Þetta er ekkert forsætisráðherrann að skrifa þetta. Nei, einmitt. Þetta er bara krullhærður maður heima hjá sér. Já, og bókin er stór skemmtileg, aflestrar og fyndin, en þú sagðir einmitt í einu viðtali líka að Ástríður kona þín hefði strikað út nokkrar sögur og þá hugsaði ég með mér, aha, það hefði verið einhverja svona sögur. Já, hún gerir það og reyndar hefur nú komið fyrir að sögur sem annarkvæmt virðist í þessara bók eða hinn að hún strikaði það út í upphæfi, svo lagaði ég það. Ég get nefnilega verið svolítið óheflaður, þannig að það, eins og þú veist, þannig að maður þarf að hafa eitthvað sem að geta svona heflað mann. Já. En svo saga sem að kannski, ef við fyrsta lestur vekur kannski einna mesta athygli er stór skemmtileg saga, svona innsýn sem við fáum að fundi æðstu ráðamanna heimsins. Þar sem að þú ert búin að sitja í nokkur ár, skulum við segja, svo ég ekki að tyggja í. Og það er greinilegt að Helmut Kohl er á ferðinni og Bill Clinton og það er voða gaman að lesa þetta og fyrir okkur sem að sitjum heim í stofu finnst okkur eins og við höfum náð einhverju gæjugati inn í þennan skrýtna heim. Hérna, nú þeir ekkert að horfa og þeir skilja ekkert íslensku, segja okkar einhverju lindamál frá þessum fundum. Nei, sko, það er þannig með þessa sögu og auðvitað er þetta þannig að þó að þessi menn stækki svona í myndinni vegna þess að starfa sem þeir gegna, þá eru þeir bara menn á tveimur fótum og tvo handleggi í höfuð og eitthvað fleira þess áttar. Jafnvel hjarta. Jafnvel hjarta, já, sumir þeirra hafa þetta stórt hjarta. Og þegar þeir koma einir saman og eru lausir undir þessar miklu pressu, þá skyndilega fara þeir að ræða litlu hlutina, ekki stóru hlutina, sem allir halda sig að fara að ræða. Vísu bara stutta stund. Og þetta er bara dæmi þetta. Ég var mjög undrandi þegar þetta gerðist. Ég var reyndar á fyrsta fundunum sem satt
Suður Ítalíu, Róm, það var á undan þessum fundi reyndar. Þá var allt svo verið skipulagt og svo þegar við vorum búin að borða í hádegisverðinum, þá voru allir teknir til hliðar, Gro Harlem var þarna, hún var tekin allir út úr, ég var eftir hvað er nú að gerast. Svo voru okkur öllum stýrt inn á klósett og svo stóðu við allir, valdamestu menn í heimi, ég tala um mig sem slíkan, þegar var það þannig, stóðu við allir í röði skálarnar. Ég veist að ef þið rættur mynda þessum baksvið, en þetta þurfa þessi valdamestu menn í heimi líka að gera. Já, þetta var rosaleg mynd. Já, ég trúi því. Gaman að eiga hana. Já, og hvað spjallið þeir standið hérna við Písaskólanum, eru það að tala um enska boltann eða? Það reyndar spjölluðu ekki neitt, ég held að við fundist við allir opaslega arsnalegir. Þú segir frá því, eða hefur oft frá því að þú sért mikill áhugamaður fólk og það leynir sér ekkert á sögunum og svona því hvernig þú segir frá. En hvernig það fyrir forsætisráðherra að vera áhugamaður fólk vegna þess að fólk breytist þegar forsætisráðherrann kemur? Þú getur kannski ekki horfið inn í fjöldan og fylgst með fólki. Er þetta ekki erfitt áhugamál fyrir forsætisráðherra? Nei, veistu það að hérna á Íslandi minnst kosti, meðan við erum ennþá svo fá. Menn eru ekkert mjög uppskrúfaði gagnvart forsætisráðherrann með hverjum öðrum. Kannski fyrstu mínúturnar síðan er það bara búið og þú, ef þú tekur þetta ekki sjálfur alltaf hátíðlega, þá bara fellur inn í fjöldan og færð að vera með. Það er ekki þetta sem áður var, sem betur fer eiginlega, sko. Ég fer í mínar biðraðir, ég fer út í McDonald's og fæ mér hamborgar og stend þar í mínum biðröðum og borga mína reikning í biðröðum og það finnst öllum sjálfsagt, eins og það er. Og það er svo dásamlegt að fá að geta verið hvorttveggja, gegnt fóstráðarstarf og jafnframt verið einn af öllum. Þetta er nú það sem er svo fallegt við Ísland. Ég sá brotur á áramótasköpinu nýja sem kemur núna áramótin. Ég veit ekki hvort þú trúir því að það er gett grín á þér þar. Já, ég er það. En hérna... Það er rétt að vona. Ég veit ekki alveg hvernig þér líka það sem var gert í fyrra, en þar var forsætisráðherrann auðvitað tekið fyrir líka. Við skulum svona taka upptakt á áramótasköpinu núna og sjá brotur þessu þarna í fyrra. Ég er besti vinnur hans, ég heiti Jón Steinar og ef hann er í klandri, ég skrifa nokkar greinar. Það hefur enginn setið lengur á forsætisráðherra stól, hann er búinn að sitja lengur en Helmut fucking Kohl. Ég dá hann, ég elska hann, ég þrá hann. Rúll, það er komið viðlag hérna. Hann er Dabbi kóngur, ég er vinur hans. Og saman við ráðum öll hér. Stjórnarandstaðan lemur ekki fast, samt getur verið gaman að fara í dvergakast. Steingrímur, Össur og hvað allir heita og kettlingarnar alla sem enginn vildi deyta. Góðan dag, ég held fram að þetta sé mjög góður dagur, Davíð minn, Dabbi kóngur, whatever. Ég held fram að ég hafi leyfi til að byggja hérna grunn, einhvers konar gagnagrunn. Þó að læknafélaginu hafi enn og aftur tekist að egna íbúum Þegar þú komin hann í holu, hættu þá að moka. Hætt að moka, stingur frekar hausnum. Gaman að þessu. Ég er mjög gaman að þessu, Og situr heima á gamla skóld og skellir hlæri? Allir eins og hinn, ef þetta er gott þá skellir hlægi og ef það er ekki gott þá hlægi ekki. Einmitt, horfir á þetta með augum þess sem að sjálfur hefur skrifað svona um ráðamenn með varst í Matthildi og svona? Ég er enda hérna meira gaman kannski einhver öðru sem ekki mig, það er svona... Lærið hærra þegar eitthvað Össur? Nei, bara maður er svona aðeins feimið við sjálfan sér svolítið. Já, einmitt. En þetta áhugamáli þitt að hafa gaman af fólki og þú fyrir þessar biðraðir og svona en þarna er náttúrulega verið að tala um vini þína sem að þú ert í samskiptum við. Áttu stóran vinahóp, ertu mikið í samvistum við alls konar fólk eða hvernig er það hjá þér? Hvernig er þín vinahópur? Já, ég á mjög góða vini og sterka og öfluga vini og trausta, en ég er ekkert mikið á ferðinni nú orðið. Nei. Ég var það meira áður, ég fer mjög sjaldan á veitingastaði eða kaffihús, ég held ég aldrei komið á pub í Reykjavík. Nei, mitt. Já, þannig ég hef aldrei trúað því hérna því ég var sem órólegurstur í gamla daga. Það geti skeð. En það er bara gerst þannig, sko, en ég á mikið góðu vinum alls staðar að, ég hef alltaf víða verið, ekki bara í stjórnmálunum. Ég lék nú jólasvein í gamla daga og á félag úr leiklistinni og sumu bókmenntunum og svo hrekkjusvín úr hverfanum sem ég tók þátt í með gamla daga. Þannig þetta er stór hópur. Já, einmitt. Nú, það eru kosningar næsta ári auðvitað og ég ætla ekki að fara að tala um þær í sjálfu sér, en eftir þær gerist eitthvað, annaðhvort verður þú ráðherra áfram og þá sennilega forsætisráðherra eða óbreyttur þingmaður, það getur hæglega gerst. Getur allt gerst. Já, hvernig tilhugsun er það?
Ertu alveg sáttur við það bara að taka þeim örlögum sem bíða þínu handan kosning? Já, ég er mjög sáttur við hvað sem að mér eru rétt en taka því öllum með miklu jafnaði geð og ég held bara gleði og ánægju hvað sem gerist. Alltaf verið þannig gerður. Já. Getur svona, það er eins og hluta því að skrifa bækur. Ég fer að gera það sem ég langar til að gera og hafa gaman af. Ég er ekkert mjög upptekinn af sjálfum mér, þrátt fyrir allt, sko. Það er afar þægilegt. Ég er alveg nokkurn ónæmið fyrir mér. Já. Ég hef mér sérst ekki á heilanum, en það held ég að það sé afar leiðilegt að hafa mig á heilanum. Það eru nokkru sem dunda þér það er nokkru sem hafa mig það. Herðu, við ætlum að þú hefur gaman að dægurtónlist og hefur samið dægurlaga texta. Já. Reyndar bara eins og sagði sjálfur einhver viðtali, einn sem þú vildir gangast við en samið nokkra fleiri. Já, nei, það eru reyndar nokkru fleiri sem hafa verið súnir. Já. Já, allmargir. Og ég er nú ennþá að, ég sendi Gunnar Þórðar einhverja texta fyrir einum 2 mánuðum. Sem hann sé ekki að böglast með. Já. Ég veit ekki hvort að þeir eru góðir í þetta. Og eru von á plötu? Nei, við erum bara svona í samstarfi, ég sendi honum eitthvað með dettur eitthvað í huga. Hann getur hent í eða gert eitthvað með það. Já. En einna held ég að þínum bestu dægurlagatextum held ég hljóta að vera Reykjavíkurtjörn og við ætlum að fá hérna einn mann sem söng það vel og hefur sungið glæsilega. Björgvin Halldórsson, þann mikla stórsöngvara og snilling. Við ætlum að bjóða hann velkomin. Björgvin, gjörðu svo vel. Blessaður og sæl. Velkomin í þáttinn. Blessaður það. Ég þarf ekki að kynna ykkur mikið. Nei, við höfum þekkst lengi. Þekkst lengi? Þekkst lengi, já. Á góðu einu. Já. Það er ekki bara hann að við sungið við Reykjavík, en ég söng það með honum hér í sjónvarpinu. Já, býtum við, hvernig var það? Á Agli. Já. Og Lössinni. Sunguð þið 3 í tríói? Já. Tríóið. Ertu mikill söngmaður, Davíð? Já, það var mikið deilt að mér þjóðarinn hver okkar syngir best. Þjóðin, hvað var klofinu fylkingar? Hann er ákveður ef hann tekur sér til. Nei, ég er alveg ómóður og hann er bara huggulegum. Það er engin laglaus. Það er engin laglaus? Það er engin laglaus. Nei, ég er ansi nærrið þér. Heldur það? Já, ansi nærrið. Af hverju segir enginn sér að bara vel syngja með eitthvað sínu nefi þá? Já, það er málið, sko. Það hafa allir eitthvað lag. Það er bara að finna það. Það er gott að heyra þetta frá þér. Já. Hörðu, en hérna, þú stendur í ströngu líka, Björgvin. Það er gaman að sjá þig hérna og þú ert með, bara frábæran disk, rosalega skemmtilegan. Já. Þetta er ballöðu safn. Þetta er ballöðu safn, þetta er svona safn af svona þeim helstu, svona rólegu lögunum sem ég sungi í gegnum tíðina. Þau komast nú ekki öll hana fyrir, þau eru næði mörg. En þarna gefur að heyra svona ferskur af því. Og að vísu eru þarna 3 nýjar upptökur. Já, einmitt. Í bland. Já. Ég man eftir viðtali við þig frá því þú varst eitthvað, dálítið yngri en ég er núna og varst að verða þessi stórstjarna sem þú enn ert. Takk fyrir. Það ekki brenna mig tvisvar á sama. Ég sagði hérna einu sinni viðtali þegar þú varst stórstjarna. Björgun hefur ekki fyrirgefið mér það. Jú. En hérna, þá sagðir þú í viðtalið, þú varst spurður hvernig lög þér finnst skemmtilegast að syngja. Þá svaraði þú upp á ensku. Ballads. Það var eitthvað, sko, ég meina, maður kunni ekki að segja, sko, róleg lög. Ballads var eiginlega flottar að segja. En hvernig það lagi sem þú ætlar að syngja núna, það er af þessum diski hér. Eitt af mörgum lögum hér sem að svona hafa, kannski ekki gleymst beinlínis, en hljóma ekki stöðugt í eyrum manns en þegar maður heyrir það svona, já, þetta lag. Þetta er eitt af mínum uppáhaldslögum, þetta er Jón Múli Árnason. Já. Gullfallegt lag, hann var nú einn af svona okkar bestu dægurlaga eða danssöngvahöfundum, eins og hann vildi kalla það. Og það er lagið Undir stóra steini. Fáum að heyra það. Gjörðu svo vel, Björgvin. Takk fyrir komuna. Gaman að fá þig. Það var eitt sinn ógnar lítið stelpuró sem fór oft með mér fram að sjó. Hún var klædd í ullarpeysu og í tær með freknótnir og fléttur tvær. Saman þau í fjörunni við undum okkur vel meðan kollan var að kafa eftir kuðungi og sker. Og á kvöldum þegar sólin sín var sátum við í næði bæði undir stóra steini þar sem hún í leyni lagði vanga sinn óskup heiminn upp við vanga minn. Síðan
hef ég konur séð í Kaíró, á Mandalay, í Mexíkó, líka þær sem Kyrrahafið kafa í og eiga heima Hawaii. Sumar klæddust hýjalíni þegar þeim var heitt, en aðrar bara klæddust ekki yfirleitt í neitt. Alltaf samt í huga mér og hjarta bjó, hún sem klæddi ullarpeysu undir stóra steini, forðum tíð í leyni, lagði vanga sinn, ósköp heiminn upp við vanga mér. Klæddust hýjalíni þegar þeim var heitt, en aðrar bara klæddust ekki yfirleitt í neitt. Alltaf samt í huga mér og hjarta bjó, hún sem klæddi ullarpeysu undir stóra steini, forðum tíð í leyni, lagði vanga sinn, ósköp heiminn upp við vanga mér. Það var glæsilegt, Björgvin Halldórsson. Við hættum ekki í söngvurunum vegna þess að næsti gestur einhver ástsælasta söngkona þjóðarinnar og þótt við verið leitað Sigrún Hjálmtýsdóttir, Dittu, gjörðu svo vel. Komdu Mark, bless og gaman að sjá þig. Velkomin í þáttinn. Takk fyrir. Þið þekkist? Jú. Það vantar ekki? Aldeilis, maður hefur svona stytt honum stundirnar stundum. Erli Anriki dagsins. Hvað, mætir þér í ráðuneyti og hefur brjóstína? Já, ég hef nú ekki mætt þangað, en svona á ýmsa aðra staði. Já, er þetta eitthvað ríkisleyndarmál? Nei, en auðvitað þurfa þeir í allu þessu amstri að fá svona eitthvað notalegt. Það var óskaplega gaman, skal ég segja þér á NATO-fundinum, utanríkisráðherrafundi NATO, sem var það með, þegar menn voru að funda og samkvæmi í Perlunni, Dittu var að syngja og hann var svo glæsileg og bóðslega fallegan kjól og mikil svona... Kjólarnir klikka alltaf. Kjólarnir klikka, þú klikkar heldur ekki heitt. Og við vorum hérna við hafborðið og þá voru kallarnir velta fyrir sér, skildum koma til okkar og skildum dansað okkur og Berlusconi sagði hún býði þér Björn Róbertsson og svo hljópa hann til hans og fór að dusta hann. Já, þetta fín. En svo bauðum Berlusconi upp og sá hann og ánaður. Ég vissi alveg að hann myndi ekki neita. Hann svona kavalér, ítalskir kavaljerar neita mann eftir. Nei, ég hugsa nú enginn hefði neitað þér. Nei, ég hef lent í það, mér hefur neitað hann dans. Svo gaf ég honum glæsilega mynd af ykkur að dansa. Nú þannig þetta er mynd af mér með Berlusconi á Ítalíu. Já, heima hjá honum. Ítalska stjórnarráðinu, heima hjá honum. Glæsileg mynd. Og þú ert syngjandi alla daga. Já, ég skil nú svo sem ekki að hverju ég er í þessum þætti. Ég er ekki með neina útgáfu þessi jól. Nei, þú ert með útgeislur þessi jól. Það þið er að fallast eftir henni. Já, ég náttúrulega, þetta er svo sem tími söngsins og þar sem allir vilja hlýða á sönga því að söngurinn og tónlistin alltaf það sem að sefar og gefur svona hátíðlegan blæ í mannlífið og fólk þarf svona í árslok alltaf frið inn í sig. Já. Og þetta einhvern veginn bara það, fólk flykkist. Ég er að syngja, ég var að telja daginn, það frá nóvemberlokum fram til 20. desember ég með 17 uppákomur. Það? Þannig að
Þetta mjög sótt eftir söngurum á þessum tíma. Já, og þú er alltaf hefur gaman að þessu? Þetta gefur manni orku líka. Já. Maður fær svo margfalt tilbaka. Já. Einmitt, en þú þó svo sért ekki að gefa neitt út þessi jólin, þá las ég ágæta ævisögu þig jólin í fyrra. Ég var reyndar að það var óvænt ánægð að fá ævisögu þig á besta aldri. Já, ég segi það. Ég nefnilega vil ekki kalla þetta ævisögu. Nei. Og ég hefði nú svo sem átt að hlusta á eiginmanninn minn. Hann sagði ég hefði átt að bíða til 60. Er það? En af hverju hefðir þú að gera þetta? Það var stór skemmtilegt. Jú, þetta er svona ágætis, eins og Íslendingar vilja oft lesa svona hnýsast í líf fólks. Kem ég upp mig, ég var að reyna að finna eitthvað. En var ekki dálítið skrítið fyrir þig einhvern veginn að vera með ævina bara til sölu í bókabúðum eða svona ágrip af henni? Jú, mér fannst þetta. Þegar upp er staðið, þá fannst mér þetta svona frekar skrítin lífsreynsla. Já. Og kannski svona, ég get verið alveg hreinskilin, eftir á að hyggja var þetta ekki kannski alveg tímabært. Er það svo? Og þú já. Það bara, þetta er svona. Af hverju þá lentir í einhverju? Nei, allir voðalega ánægðir og svona, en svona, maður bara hefur sennilega frá meira að segja þegar maður er náttúrulega. Ég þú gefur bara seinna bindið þá. Já. En gleyma öllu saman svona. Já. Þess vegna, það var nú ein ástæðan fyrir því ég svona lét til leiðast núna. Ég væri sennilega, búin að gleyma öllu þegar ég... En það er ekki rétt ekki tala svona því að það áttalega fólk sem maður þekkir er það fólk sem maður mest af öllu. Já, það er alveg ólíkindum. Það er svo merkilegt. Ég segi maður hvílir ekki ellinu þegar maður horfir upp á fólk á besta aldri núna. Maður getur talað fólk svona átturætt á besta aldri í rauninni. Það er svo sprækt. En við ætlum að tala heilmikið áfram, en okkur langar til þess að heyra frá þér eitt lag, fyrst að við fáum að njóta þín hér svona á eigin vegum. Hvað viljið þið heyra? Eitthvað jólalegt og fallegt bara? Jólalegt, já, endilega. Það við verðum að tala um hvað það væri jólalegt á Austurvelli og... Já, jólaskapið. Já, fáum að heyra eitthvað jólalegt. Á ég að reyna að framkalla snjó? Framkalla eitthvað. Gjörðu svo vel, Dittó. Nóttin heilög
glæsilegt, Diddú, takk fyrir þetta. Nú er farið að snjóa núna í hugum okkar. Svona hægur snjór, svona fallegur, Og svona rétt meðan þessi hundaslappadrífa verður hérna í lok þáttarins, þá ætla ég að fá vin ykkar beggja hérna inn. Annan stórsöngvara, það er með ólíkindum, þeir koma hér inn í röðum stórsöngvararnir. Sjálfan Kristján Jóhannsson sem er staddur á landinu. Kristján, gjörðu svo vel. Blessaður og sæl. Góða kvöldið! Blessaður. Sömuleiðis. Sælástur. Þetta ekki reis. Getur ímyndaður. Blessaður. Engu gleymt. Nei, ég eða þú. Við bara rifjum það upp. Þetta kommer til síne. Þú heilsar öllum hér á ítalska vísu. Er það? Já, er það Líka þér? Já, það báðu mig. Ég kann ekkert á þetta, ég bara gerði eins og þú gerðir. Ég meina, já, ég lærði þetta bara. Davíð kann það. Já, ég sá það. Þetta er svo vinalegt. Já, þetta var notalegt. Maður lokar hringnum svo fallega. Og frakkarnir fara svo opna kannski aftur við næstu. Já, ertu svona mikill Ítal í þér? Ég heyrði eitthvað útvarpsviðtal við daginn þar sem þú varst í skíðabrekku, eða ekkert fyrir löngu síðan, þar sem þú varst í skíðabrekku og talaðir í farsímann. Já, kom skrifast það? Nei, halvt viðtalið var á ítölsku. Þú notaði svo mikið af ítölskum orðum og svona varst eitthvað svo innblásin hérna á hæstu tindum. Helvítið svo þá gert. Nei, þetta Ég held ég standi mig og ég veit að Davíð stendur með mig. Það er rúm 26 ár sem ég er á Ítalíu. Já, einmitt. Jú, ég viðurkenni það svona ef ég þarf að svara blaðamönnum og koma svona hratt að því þá svona... Hann hugsaði örugglega Við textum Já, jú, ég þarf að snúa Það er ekkert óeðlilegt. Það verður með ítalskar þýðandaginn, það er ekkert málið. Nei, ég þarf að snúa því og svo koma með á íslenskunni, sko. Já. Heyrðu, en þið... Þetta er leiðilegur að tala Nei, mér finnst þetta svo flott. Þetta var svo flott. Er það ekki? Jú. Það er náttúrulega sjarmerandi. Já, voða sjarmerandi. En þið tvö, það var augljóst að þið þekktust vel þegar þið hittust hér. Þið voru náttúrulega, ykkar leiðir hafa legið saman bara svona langt og langa hring. Ævi og alveg. Nei, það er eiginlega fyrir hans tilstilla. Ég fór til Ítalíu, hann hafði nú sambandið minn kennara sem ég fór til þar. Já. Svo sem kom mér á svona rétt skrið. En það getur ekki, er það ekki? Jú, ég er mest stoltur af því og já, það var þá bara sem þú tókst svona ákvörðun að demba þér út í óperusöngin sem við þökkum Guði fyrir. Já. Það er svo einfalt maður. Og þú ert í þannig stöð að þú gast tekið upp síman heima hjá Diddú held ég og hringt í heimsfrægan kennara á Ítalíu. Ég man að ég var að reyna að baka vöfflur honni hann á meðan og ég var svo spennt að það brann allt yfir. En það er ekki nóg með að þið hafið sungið saman og ekki nóg með að Davíð hafið sungið með Björgvini. Óvenjulegu dúett hérna tveir, Davíð og Kristján. Hvernig kom það til? Og hvað gerðist það og svona? Það gerðist með Perlu líka. Ég átt afmæli og Kristján kom bara hér alla leið, hávetur. Ég var nú í afmæli á veturnar. Hvað sem á klófsnjóin? Já, klófaði snjóin. Og klófaði, já. Klaufsnjóin, ég fyrir ekki, svo annars það. Já, það er þetta. Og svo reyndar var hann þannig, hann ætlaði að reyna að bræða all hjörtu landsmanna í afmælinu mínu með því að við erum í 40 stiga hita. En hann kom samt. Bræða snjóin. En Karl kom samt með 40 stiga hita í afmælið og við fórum upp og sungum saman, ég og hann. Og hvað sunguð þið? Við sungum fullt af lög. Já, við sungum og við digga aðstofa hans Egilssonar okkar. Já. Og svo að því ég átti afmælið þá hagaði ég mér þannig að ég sagði við Kristján á leiðinni niður hérna stigann. Já, ég held nú aldrei ég myndi syngja betur en þú. Já, maður skildi aldrei segja aldrei. Mér er þannig að við þráð svo þessu augnablikki að sparki rassana með þannig við hittum niður. Já, ég var alltaf það. Rægur svo rassinglínu og hætti við það. Nákvæmlega. Já, þú ert þú hefur ekki haft orðaður, Kristján, fyrir að vera eitthvað sérstaklega svona feiminn eða tilbaka eða ekki endilega kannski heldur sá hóvarasti en það kannski er ekki hægt í þínum fæli. Nei, ég held að við Davíð séum líkir í tilliti. Já. Mér finnst að ég hefði tilfengi sem svolítið feiminn líka, sko. Davíð? Jú, við erum allir hverjum sem hætti þurfum að yfirvinna það, en hugsaður en Kristján.
ég menn hann rífur sig upp hér sjálfur, einn og sjálfur á eigin afli og gerist hérna bestu söngurinn veraldarinnar. Ég menn það þarf skap í það. Það þarf, já. Þakka fyrir þetta, Davíð. Nei, það er bara þannig. Það þarf skap. Já. Menn geta að kalla það mont eða hvað sem þið vilja kalla það. Já. Mér finnst það alveg stórkostlegt. Þakka fyrir þetta, og veistu það, ég að vísu hef ég alltaf látið þetta eins og þú veist og þið öll sem hann eflaust að ég hef látið þetta svona í léttu rúmi, en þetta verða helvíti svona eins og farsi alveg. Ég held að fólk að það vera að hætta. Já, en Dittu, hérna, þú varst nú aldeilis, stóðst þig aldeilis vel þegar þú varst út í Ítalíu að syngja, því að þú komst að hjá þessum kennara og slóstu við í gegn þar líka. Ekki þess vegna. Nei. Ég var undan Absolutt. Nýjasta sönnunin á því hvað þú ert í góðum metum barst okkur hér með sendingu sem var nú sýnt í blöðunum daginn, en ég mátti nú til með að sýna þetta. Hér sko einn af bestu veitingastöðum í Verona. Jú, Dodici Apostoli. Það postularnir 12. Einmitt. Það voru ekki bara 9? Allavega staðurinn, þeir byrjuðu 12. Og þeir hafa, þetta er glæsilegur staður, bara eins og flottustu staðirnir hérna heima. Hún bauð mér aldrei, tímdi ekki gefa mig vín? Jú, ég á eftir að bjóða fyrst að... Þeir eru búin að skýra eitt besta vínisett eftir þér. Já. Segðu okkur aðeins bara... Þetta er náttúrulega bara ævintýri eins og þau gera svona skemmtilegust. Mér var það á að mæla með þessum veitingastað í Morgunblaðinu og það var einn maður sem rakst á þetta, hafði áhuga að fara á þennan stað, lét þýða þessa grein og senda hana út þeirra á Dodici Apostoli, og þetta er náttúrulega höfðinglegir Ítalir og kunna sig. Þeir eru svo stoltir að vera eitthvað svona lítil náta frá Íslandi að mæla með þessum stað og gerði mér heiðursfélaga staðar, en svo sendu mér svona kassa af þessu eðalvíni og eru búin að tilenga mér þessar víntegund. Voðalega gaman að þessu. Og þetta er Thomas í vínfræðilegandinn, sko, þú þekkir það. Já. Þetta er Amarone. Hvað heldur þú? Amarone. Eflaust mjög gott, sko. Á ekki að gefa ykkur smakka. En að þið eru að tala vín, þá get ég sagt ykkur það að ég er með, eins og við segjum á útlenskunni, exclusive, altså, hvað kallar það? Einkarétt. Og með, það er líklega 4 eða 5 víneigendur, eða svo framleigendur. Vertu að flytja þér hérna? Ekki ennþá, en... Þú átt að gera þetta bestu kampan í því. Já, þau eru yndislega alveg. Þetta er svona, bæði, alla tegundur, rósavín, rauðvín og hvítvín og síðan kampaðinn. Og ætlar að fara að gerast heildsarlega á gammalsaldri? Nei, ég læt kannski, afkomendurnar það. Það er nú ekki stór business, held ég. Talandi afkomendur, þú ert sjálfur afkomandi góðs manns. Við skulum aðeins líta á smá brot frá ykkur feðgum áður en við förum út í aðra salma. Lítum á smá brot svona frá þér hér í sjónvarpinu á ýmsum tímum. Já, takk. Hvað er þetta? Já, þetta er bara fjölskyldan. Þetta er öll fjölskyldan sem þú leiðir á þessu fólki. Já, ég bara mér. Já. Nei, þetta er Jóhannsson. Og læt ég hugan líða leiðist þig til þín. Þó lyfti veginn víða, þú verður ætíð mín. Þetta var mikið ættarmót þarna. Já, greið, þetta var mjög gaman. Já, og nú eru þið fjölskyldan og einhverju góðu menn að fara eru að gefa út þennan disk hér með pappa þínum, Jóa Conn. Ég er í útgáfun, ekki þú.
Já, veistu, mér þykir ákala, má ég halda á hann? Já, gera svo vel. Þetta hérna, báslega fallegt, veistu það, já, ég, hérna, mér fannst þetta eiga að verða til, og þetta og okkur mörgum öðrum, að þessi diskur hann að verið bara á venjulegum blötum og þá gætna með öðrum, en þannig búið að reynsa þetta til og laga til og gætna svona. Hvað er langt síðan að fjall frá fæðin? Það er 20 ár síðan. Það er 20 ár síðan? Nákvæmlega 20 núna í jóli. Já. Þannig að ég svo svona pínlítið æfi ágrip og þess aftar galamanninn og ég vona ykkur öllum stundumannum tala það. Ertu orðin hérna eins og, kannski varstu alltaf, ég veit það ekki, en Ítalir náttúrulega eru svona kannski, þeir bera tilfinningarna meira utan á sér heldur en við Íslendingar. Ég sá ekki betur í þessu innslagi en það kom hann tár í augun þegar þú sást allar fjölskylduna. Ertu tilfinninganæmur? Já, ég myndi segja það. Já, ég held að það sé ekkert sér í Ítalíu. Ég þekki marga, allan öll fjölskylda mín til dæmi. Við erum öll mjög tilfinninganæm og ég meðins að Davíð líka, ég sé það. Ertu það, Davíð? Ertu svona, Já, ég er svona viðkvæmur þó menn vita það ekki. Nei, já. Og rifnæmur. Og rifnæmur mjög, já. Og hvernig lýsir það sér viðkvæmnin hjá bara með nákvæmlega sama hættu svo hjá öðrum. Þú fær tári aukrókan þegar mikið líkur við. Og pínlítið kökk í hálsinn. Já, kökk í hálsinn, já. Og sérstaklega er eitthvað sem þykir væntum eins og fjölskyldan eða nánir vinir eða eitthvað gerist. Já. Og enginn þarf að vera að fela það neitt? Nei, það er kannski hérna það versta sem maður gerir. Maður gerir, það er að byrja svona inni. Þú eru ekki að láta tilfinningar í ljós? Nei, láta þetta bara að fljóta frá sér. Ég held að það sé alltaf leið. Kristján, þú ætlar að túlka einhverja tilfinningar hér í mikillega aríu, eða ekki? Mátti ég gráta mikið? Nei, ég Við fylgjumst með hvort það komið tár í hvarmana hjá okkur þreimur sem sittum eftir. Já, mér langar að hérna komið pínlítið sólskinn frá Ítalíu og ekki síst fyrir við mynda Davíð vegna þess að ég veit að hann á vinninni á Ítalíu líka og koma okkur öllum vorandi, ekki síst honum, í svo litið gott skap, sko. Hvað heitir þessi aría? Þetta myndi þýðast hérna hinn forboðna tónlist, það er að segja música prohibita, ástarsöngur að sjálfsögðu. Fáum að heyra música prohibita, gjör það vel, Kristján. Takk fyrir.
sotto le vidi ieri a passeggiare e l'ho sentito al solito cantar. Vorrei baciare i tuoi capelli neri, le labbra tue e gli occhi tuoi severi. Stringi il mio cuore, stringimi al tuo cuore, fammi tremare le braccia Bravo! Bravo! Bravissimo! Bravissimo! Voðalega. Takk fyrir þetta. Það synda konur get ekki sungið þetta lag. Þetta er fætt þetta. Þetta er Cardillo. Já. Nei, Gastaldón fyrir ekki. Gastaldón. Gastaldón, já, við samþykjum það bara. Já, þetta var frábært. Þetta er veikar. Já, voða gott. Já, börni góð, við þurfum að fara að ljúka þessu. Er það? Já, það búið að vera mjög gaman að hafa eitthvað hérna. Nóan tíma. Hörruðu, hérna, takk fyrir komuna. Rétt svona í lokin, eru þið eitthvað farin að velta fyrir eitthvað jólunum? Það eru 10 dagar í jólinn. Já. Já, búin að kaupa gjöf handa Ástríði? Já, svona, ég ætla að gefa henni 2 af þessu sinni. Já. Búin að kaupa aðra. Já, Og hugmynda inni. Nei, ég er nú hálfgerð vandræði með hérna. Hvað með ykkur jólavín hefur komið þá þér? Já, jólavín hefur komið og rjúpurnar náttúrulega. Já. Verður þú heima um jólinn? Nei, ég er Heima, já. Og ég tek fólki mitt sumt að því ég tengd á foreldrar niður til Ítalíu og þar og ætlum að vera kannski upp í Ölpunum á skíðumpínliti gamla skvöld, áramótin. Höfum líklega með okkur pínliti hangkjöld og svona. Já. Heyrðu, ég bara óska ykkur öllum gleðilegri jóla og svo sé svolítið hérna. Kæra þakki fyrir komuna, það var gaman að fá ykkur. Takk fyrir, mikið gaman. Og ykkur heim í stofu líka óska ég gleðilegri jóla auðvitað. Það er engin þáttur næsta laugardag hér hjá okkur laugardagskvöldi en við verðum hér aftur milli jóla og nýjárs með sérstakann jólaþátt. Það er ekki útilokað að muni snjóa svolítið þá Tito. Vonandi. Bara nokkra dag. Nokkur koll líka aðeins svona, já. Það verður svona aðeins lengri þáttur og jólalegri. Þannig að við sjáumst þá en við óskum ykkur gleðilegri jóla og takk fyrir samfylgdina í kvöld. Bless.